Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og verð með ykkur innan næsta hálftíman og hjá mér góður gestur, hún Geirdís Hanna Kristjánsdóttir. Velkomin Geirdís. Takk. Gaman að vera með þér, loksins. Já, herðu, þú ert hérna, þú ert nú bara, ég ætla kannski bara að byrja á því að tala það hvar þú ert núna. Þú ert ekkert heima í einhverju stofu. Nei, en ég heima samt. Þú ert samt heima? Já, ég samt heima. En þú ert heima og enginn veit hvar þú ert, í hvaða bæjarfélagi þú ert, af því þú ert bara movable. Já. Herðu, þú hefur vakið svolítið athygli örugglega, ég hef örugglega einhverju tekið eftir þér í svona umfjöllunum. Þú komst í Stundinni fyrir hvað, tæpu ári síðan? Ég kom í Stundinni í fyrra, já. Já. Og svo núna í Mannlíf, þar sem að þú segir sögu þína. Og mér finnst bara gaman að fá þig hérna svona live til þess að tala þess þetta líka hér. Af því þetta mjög svona sterkar frásagnir af því sem að raunverulega að gerast í samfélaginu okkar, en við sjáum ekkert alltaf öll. Og sumir eru að upplifa þetta og þora ekki að segja frá því, eða þora ekki að koma fram. Því þú ert búin að upplifa fátækt, þú ert alin upp. Viltu segja okkur aðeins frá þinni svona stöðu í upphafi? Ég næst yngst af 6 systkinum og ég alin upp af einstæðri móður vegna þess að þegar ég á 4. ári að þá lést faðir minn af slysförum þegar að húsið okkar brann. Og það var bara mjög erfitt. Við bjuggum í litlu bæjarfélagi eins og hefur komið fram á Siglufirði og móðir mín veiktist í kjölfarið. Hún lenti sjálf í brunanum og þurfti að vera í burtu á sjúkrahúsi. Þannig að okkur systkinunum var svolítið svona tvístrað innan bæjarfélagsins á milli ættingja á meðan á þessu stóð. Og móðir mín, hún glímdi við þennan leiðilega sjúkdóm sem heitir alkóhólismi og fékk ekki hjálp við þeim sjúkdómi, eða semst tók ekki ákvörðun að fá hjálp við þeim sjúkdómi fyrir en að ég að skríða inn á unglingsárin. En upp frá því að þá hætti hún að drekka og var edrú alveg þar til hún lést eftir stutta baráttu við krabbamein fyrir 6 árum síðan. Já. Og en þetta var, eins og ég segi, þetta var erfitt og þá var náttúrulega gífurlegir fordómar í gangi, bæði gagnvart fátækt og eins gagnvart bara fyllibittum eins og það hét á þessum tíma. Já, einmitt. Og þannig að það var svona ýmislegt sem að var látið flakka og eins og við vitum að börn geta verið grimm. Og vegna þess að þau náttúrulega skilja ekki, en það læra börnin sem fyrir þeim haft. Það er eitthvað sem ég hef alltaf predikað. Mér finnst það mjög sterkt vegna þess að einhvers staðar læra börnin að segja og haga sér á ákveðinn hátt. En þetta var, eins og ég segi, þetta var mjög erfitt og ég lenti fyrir miklu einelti og það voru erfið skilyrði heima fyrir. Þannig að við áttum nú ekkert alveg 7 dagana sæla systkinin og við höfum öll svona á okkar hátt unnið úr þeim áföllum sem við höfum orðið fyrir. En ég held að ég sé svona sú sem hefur mest einmitt verið í því að opna mig og koma fram og tala vegna þess að mér finnst þetta mikilvægt að fræða fólk að þetta ekki val, það ekki val að verða veikur, það ekki val að verða veikur af hvort sem það heitir alkóhólismi eða krabbameini eða gigt eða áfallastreituröskun eða þunglyndi. Ég meina, við veljum ekki að upplifa þessa hluti. Og ekki heldur val að missa maka þarna frá fullt af börnum eins og mamma þín staða mamma? Nei, náttúrulega. Pabbi var hennar annar maður og
Hún átti sem sagt mig og yngri systur mína með honum. En sem betur fer að þá var mamma bara mjög sterkur karakter og náði einmitt með elju og þrautseigju að halda okkur öllum saman. Þannig að við ólumstum öll upp saman sem systkini og við höfum einmitt sem sagt haft mikinn hag af því í gegnum tíðina að hafa hvort annað og geta svolítið leitað til hvers annars. Því að það ekkert sjálfsagt, það eru ótal mörg heimili sem að hafa farið bara í loft upp við svona aðstæður og tvístrast og en við erum bara ósköp lánsöm, myndi ég að segja. Já, akkurat. En þú ferð út í lífið og þú byrjar sjálf að eignast börn. Mér finnst þetta vera svona saga sem að ég sé mjög oft líka með unga konur sem lenda í fátækt og eru fastar í fátækt lengi. Það er það að þær byrja ungar að eignast börn. Ég var sjálf einmitt á þessum aldri. Hvað ertu gömul þegar þú eignast síðan þetta fyrsta barn? Ég er 17 að verða 18 ára. Já, einmitt. Akkurat. Okay. Já, það þá var ég einmitt búin að fara einu sinni í þungunarrof. Ég var ekki nema 15 ára þegar ég verð ófrísk í fyrsta skipti. Já, einmitt. Og það endaði með þungunarrofi og ég veit ekki af hverju ég tók það ákvörðun að fara svona snemma út í það að eiga börn. Ég meina, mér langaði í fjölskyldu, mér langaði í stóra fjölskyldu. Já, einmitt. En ég var bara því miður að þá var ég ekki nógu heppin með að finna mér réttan lífsförunaut. Og þegar að sonur minn er 3 mánaða gamall að þá erum við skilin, ég og pabbi hans. Og þú ferð út í fullorðinslífið alveg gríðarlega brotin manneskja í rauninni. Já, ég var nefnilega ennþá ekki farin að horfast í augu við misnotkun sem ég varð fyrir sem barn, fyrir ofbeldinu sem ég varð fyrir, bæði heima fyrir og í skólanum. Já. Og bara í bæjarfélaginu, af því að eins og ég segi, það var ekki auðvelt að alast upp í svona litlum bæ í þessum aðstæðum. En þannig já, ég kem mjög brotin út í lífið og kunni bara ósköp takmarkað í mannlegum samskiptum. Já, en þráði það bara að finna einhvern til þess að elska og sem að myndi elska mig tilbaka. Án þess að gera mig fyllilega grein fyrir af hverju. En þá var það náttúrulega bara út af því sem að ég hafði upplifað, sko. Já, einmitt. Ég held að þetta sé bara mjög algengt líka einmitt með stúlkur sem eignast börn svona ungar, sko. Að það sé einhver svona fjölskyldu þrá í gangi eða það að vanta væntumþykju og ást og viðurkenningu. Að þá einhvern veginn, að því svo erum við bara börn á þessum tíma líka. Já, nákvæmlega. Við erum ennþá bara að taka út þroska og við erum ennþá að læra hvað lífið er og hvernig eigi bara almennt að fúnkera í daglegu lífi. Þá að vera komið með maka og lítið barn, skilur, annað líf í hendurnar. Það er nú meira en að segja það að hugsa nýtt líf. Já. En já, þetta er bara þegar ég þegar ég er búin að vera svo mikið í því að deila sögunni minni að þá upplifi ég það alltaf sterkar og sterkar að ég var bara svo langt frá því að vera tilbúin í þetta hlutverk.
og ég gerði fullt af mistökum, alveg helling af þeim. Og ég vænti þess að langflestar ungar mæður einmitt geri fullt af mistökum og viti ekki almennilega hvernig þeir eru að snúa sér í alls konar hlutum. En þú eignast síðan bara, þú eignast 3 börn þarna í hvað svolítið svona raunu eða hvað? Það var liðið þarna 5 ár á milli fyrsta og annars, en svo voru ekki nema 15 mánuðir á milli. Já, þess að þekka, já, við komum mjög þétt. Alls ekki planað, alveg alls ekki. En ég er alveg ævinlega þakklátt fyrir þessa engla mína, sko. Það eru dásamleg. Og það einmitt var bara þannig að þegar ég er ófrísk af miðjubarninu mínu, þá skiljum við, ég og barnsfaðir minn og ég sem sagt fer og leita mér hjálpar vegna þess að ég var búin að vera náttúrulega bara rosalega tætt og ég var, þegar ég var með þennan elsta lítinn, þá fyrir þrýsting, þá fór ég í gegnum áfengismeðferð. Þannig að ég var náttúrulega bara ung og þótti gaman að fara og djamma og bara lifa lífinu. Og það var nú ekkert vel séð, sérstaklega hjá henni móður minni sem að þá var orðin svolítið fanatísk á áfengisdrykkju. Sjálf var hún eitthvað Já, þá var hún nefnilega hætt, sko, og það átti bara enginn að drekka áfengi. Það var hennar póll í hæðina. En ég fer sem sagt í áfengismeðferð fyrir þrýsting frá henni og það tók mig alveg 3 tilraunir að vera tilbúin til þess að virkilega fá hjálpina. En þegar ég er síðan ófrísk af stelpunni, þá fer ég og skiljum við og ég fer suður til Reykjavíkur og fæ þar aðstoð vegna þess að mér bara leið illa andlega og var þá ekki farin að fá sem sagt hjálp við öllum þessum andlegu veikindum mínum sem ég var að glíma við. En ég vissi að í gegnum þetta prógram þá fengi ég hjálp sem að mögulega gæti hjálpa mér að líða betur og ná einhverju fótfestu í lífinu. Og sem þá gerði. Þegar ég síðan flytt aftur norður og á barnið þá sem sagt bauð ég honum að vera viðstaddur og við sem sagt upp frá því að þá förum við að vera í meiri samskiptum og við tökum saman aftur. Og það er nú kannski einmitt ástæðan fyrir því að yngra barnið okkar kom svona snemma undir vegna þess að það var náttúrulega aldrei á planinu að fara að koma með annað barn strax. En það samband entist sem því miður bara ekkert of lengi, sko, og við vorum bara bæði brotin og áttum við okkar veikindi að stríða. Þannig að þegar að drengurinn er rétt 1 árs þá endur við þetta samband og en fljótlega þá semst kynnist ég öðrum manni. Og ég sem sagt flytt með honum til Reykjavíkur með 2 yngri börnin. Eldri drengurinn, hann var kominn í fasta rútínu og ég var að fá hjálp fyrir hann, þess að hann var að glíma við sitt og vildi ekki fara að rífa hann upp með rótum. Þannig að ég bað pabba hans og þáverandi stjúpu að taka hann og vera með hann. Þannig að hann gæti verið í sínu umhverfi og svona í sinni rútínu. Svona fyrst að hann var loksins kominn í þetta ferli líka að fá þessa hjálp.
ég fór að vinna, ég fór líka í nám Já. og með 2 börn á leikskólaaldri og á tímabili þá var ég í 2 vinnum og námi með 2 börn á leikskólaaldri og þó að við værum 2 þá var þetta bara mikið vegna þess að ég var, eins og ég segi, ég var ekki að fá rétta aðstoð með mín andlegu veikindi á þessum tíma. Og eftir 1,5 ár í borginni að þá sagði ég við manni minn að ég ætla að flytja heim aftur, þú ræður hvað þú gerir. Varstu bara Og það var komin á einhverja ystu nöf þarna? Já, ég var bara, ég var bara búin að keyra mig í kaf í raun og veru. Já. Og ég er ekki frá því að ég sé í raun og veru búin að fara nokkrum sinnum inn í kulnun án þess að gera mig fullilega grein fyrir hvað var í gangi hjá mér. Já, Þannig að ég bara, maður átti bara að standa sig og maður átti bara að sinna sínu, maður átti bara að vinna og sinna börnunum og allt þetta. Og ég einmitt bara keyrði mig út nokkrum sinnum. Já, við flytjum aftur inn á Akureyri og og við vorum ég og þessi maður, við vorum saman í 7 ár og þetta var lengsta sambandi mitt og en við eigum engin börn saman, gerum bara þessi 2 sem hann tók að sér. Og En þú nærði einhvern veginn, þú ert alltaf í þessu bara basli, samt þessu svona fátækra basli, sko, með börnin lítil eða ekki? Þó við værum hana 2 á tímabili að þá var samt alltaf sko erfitt fjárhagslega. Við vorum alltaf að ströggla. Við þurftum alltaf að horfa í hverja krónu og svo fyrir utan það að ég náttúrulega kem bara fælega brengluð út í lífið og vissi ekkert hvernig átti að fara með peninga og ef að ég eignaðist einhverja peninga þá voru þeir bara þeim var bara eitt í það sem að mann datt í hug og það sem að vantaði en og svona erfitt að læra að forgangsraða þó að það væri náttúrulega sko númer 1 og 3 að það var að halda þaki yfir höfuðið og mat á borðinu og fötum á börnin og svona þetta almenna svo ef maður, ef ég fékk einhvern auka aur í hendurnar að þá var svo auðvelt að einmitt missa sig í einhverja eyðslu sem að kannski var ekki nauðsynleg. Hver heldur en að leggja þetta fyrir og reyna að spara. En ekki líka, þú veist, svo eru gerðar náttúrulega miklu meiri gröfur til fólk sem er í basli og fátækt. Það á að vera svo pottþétt í fjármálum og passa einmitt hver einustu krónu og mér finnst það líka, það er einhvern veginn líka eins og bara með eins og við finnum náttúrulega öryrkjar líka, bara þetta, þú veist, að við megum ekki vera til heldur. Nei, og ég meina fólk sem einmitt hefur meira milli handana, það er alveg örugglega að eyða margfalt hærri upphæðum heldur en ég var að gera í einhvern óþarfa, skilurðu. En ég fékk samt alltaf samviskubit. Vegna þess að ég hugsaði alltaf eftir á. Ég hefði nú getað gert þetta eða gert hitt eða eitt þessu í þetta eða eitt þessu í hitt og þetta var nú kannski ekki nauðsynlegt og allt þetta og eyddi óþarflega miklum tíma í það að berja mig niður fyrir það að leyfa mér. Sem að ég er einmitt búin að heyra í gegnum tíðina að rosalega margir sem að einmitt hafa þurft að velta hverri krónu margsinnis á milli handana að þeir upplifa þetta nákvæmlega sama. Að fá þetta samviskubit
yfir því að hreinlega leyfa sér að vera aðeins til. Já, einmitt. Mhm. Það bara á ekki að þurfa að gerast. Nei, einmitt. Og kannski hjálpar til við það að fólk þorir ekki að segja frá stöðu sinni síðan við að tala fátækt. Já, nákvæmlega. Þannig að það kemur fram einmitt í viðtalinu við þig í Stundinni að þú í rauninni gefur frá þig barn vegna fátæktar. Já, það voru nokkrar ástæður fyrir því að ég tek þá ákvörðun að gefa frá mér þetta barn. Þannig að ég sem sagt fór að vera í sambandi sem að ég var búin að vera í svona on-off sambandi með í einhver tíma og ég verð ófrísk og ég gat ekki hugsað mér að fara í þungunarrof og ég gat heldur ekki hugsað mér að ganga í gegnum það eina ferðina enn að fara að ala upp barn með engan stuðning. Þó að ég hafi verið með stuðning einhvern hluta af hinum krökkunum að þá var ég rosalega mikið ein og það bara, þetta tekur toll og á þessum tíma þá var ég bara farin að átta mig á því að ég er bara mun veikari andlega heldur en ég gerði mér grein fyrir og ég var þarna komin á örorku og ég tala við barnsföðurinn og ég segi við hann að þungunarrof sé ekki inn í myndinni, að við höfum tvo kosti, að það er að gera þetta saman eða að gefa þetta barn til ættleiðingar. Þannig að ég vissi að það væri kostur. Og og ég búin að upplifa það nógu mikið í kringum mig að fólk hefur átt erfitt með að eiga börn og hef horft upp á hvað það hefur verið erfitt andlega fyrir þetta fólk. Þannig að og hann var ekki tilbúinn til þess að taka neitt þátt. Þannig að ég tók þá ákvörðun eiginlega bara alveg upp á mitt einsdæmi að fara þessa leið og ég hafði stuðning af fulltrúa barnaverndar sem ég þekkti og vissi að ég gæti treyst til þess að gera þetta vel og ég hafði stuðning af börnunum mínum sem að þá voru unglingar og bjuggu heima. Ég hafði mikinn og góðan stuðning af vinkonahópnum mínum og það bara hjálpaði mér. Ég var einmitt líka á þessum tíma búin að fara í mikla og róttæka vinnu á sjálfri mér sem að gerði mig enn tilbúnari til þess að vinna í því að ég vissi að þetta yrði erfitt tilfinningalega og andlega en þessi vinna sem ég var búin að leggja að mörkum að hún hjálpaði mér alveg gífurlega við það að vera bara staðföst í þessari ákvörðun sem að ég hafði tekið. Og ég sé ekki eftir þessari ákvörðun í dag vegna þess að þetta barn fékk alveg frábæra foreldra og við erum mjög góðir vinir, við erum í góðum samskiptum og ég fæ að heimsækja þau eins oft og ég vil og og ég hringi ef að ég er ekki á Norðurlandinu þá hringi ég á afmælið hans og og tala við þau og þegar ég er fyrir norðan þá fer ég í heimsókn og eyði tíma með þeim og það er bara ómetanlegt og það sem að náttúrulega líka, ég var rosalega heppin með hvað þau eru frábært fólk og ég gerði þá kröfu að þetta yrði opin ættleiðing
opin ættleiðing táknar það að barnið fær að vita hvaðan það kemur. Þegar að það orðið tilbúið til þess, þegar það hefur orðið aldur og þroska til þess að taka við þeim upplýsingum. Og það sem að ég alveg rosalega heppin með foreldrar þessa barns, að þá byrjuðu þau mjög snemma að bara láta hann vita. Þau sýndu honum myndir af mér. Og svo þegar að ég kom í heimsókn, ég held að hann hafi ekki verið nema 2-3 ára, að þá vorum við eitthvað að fíflast og þá spyr mammans hvort að hann passi nokkuð í bumbuna og mér lengur. Þannig hann veit alveg hvaðan hann kemur, en hann ásamt bara eitt sett af mamma og pappa, sko. Ég alltaf bara Geirdís og en hann veit samt að hann á systkin og hann hefur fengið að hitta þau og ótrúlega montinn af þeim. Það er slett. En þetta er alveg ótrúlegt lífslaup og sagaðin greinilega bara markast náttúrulega mjög illilega af bara veikindum og fátækt. Er hægt að vinna úr þessu? Ég gerði mér ekki grein fyrir því hversu mikið ég var að ströggla við fátækt í raun og veru fyrir en að ég kynnist PEP-samtökunum. Þá var það fyrir tilstilli vinkonu. Hún alveg stökk á mig og vildi alveg ólm fá mig með í hópinn og ég er henni ævinlega þakklát fyrir það. Þannig að ég er búin að kynnast alveg haug af frábæru fólki í gegnum þetta starf og fyrir utan það hvað ég er búin að læra ótrúlega margt og búin að einmitt læra margt mig og mína sögu með því að tengja mitt ferðalag í fátæktinni. Og ég í fyrravetur þá gat ég því miður ekki tekið nógu mikinn virkan þátt í starfinu, þannig að ég bara hafði rosalega mikið að gera. En stefni nú að því að reyna að vera meira með næsta vetur og Þú ert á vinnumarkaðnum líka, eða hvað? Eða hefur verið eitthvað? Mér var sagt upp. Núna, já. Ég fékk uppsagnarbréf og fæ sem sagt greiddan uppsagnarfrestinn, þannig að ég er að fá seinustu útborgunina mína núna í byrjun næsta mánaðar. Og eftir það þá var ég komin á strípaðan örorkulífeyri. Og mjög líklega einhvers konar skerðingar vegna þess að ég hef verið á vinnumarkaðinum. Ég mitt bakreikning fyrir árið í fyrra. Þannig að þetta verður eitthvað. Ég er að vinna í því að taka saman gögn og til þess að senda á Öryrkjabandalagið. Til þess að kæra þennan úrskurð vegna þess að ég er ekki sátt við það að ég fékk sem sagt í fyrra þegar ég byrjaði að vinna að þá var reiknað á mig skuld og svo er verið að reikna á mig aftur skuld núna. Fyrir sama ár, sko, og ég er ekki alveg nógu sátt við það. Ég held að þetta séu, sko, í kringum 350.000 í heildina. Bæði það sem ég fékk í fyrra og svo það sem er að koma núna. Já, þannig að það er svo Tryggingastofnun bara geta ekki, þetta er svona, maður heyrir þetta allstaðar frá fólki sem er á vinnumarkaðnum líka að það er eins og bara Tryggingastofnun eigi rosalega erfitt með að reikna rétt út
þó að fólk skili tekjuáætlunum og öllu. Að Já, já. ég bara alveg gríðarlega erfitt með að reikna þetta rétt út. Og svo Já. endar fólk í mörg 100.000 króna skuld sem bara mjög erfitt að glíma við þegar maður á svona lágum launum. Já. Svo fékk ég nefnilega líka sem sagt rukkum frá skattinum sko. Þannig að ég skulda þeim 65.000 krónur miðað við það að ég var að borga sko, á tímabili var ég að borga fullan skatt af atvinnutekjunum mínum. Já. Og svo þegar ég flutti skattkorti yfir þá var ég að borga fullan skatt af þessum lúsa örorkulífeyri sem ég fékk. Þannig að ég er ekki alveg að skilja hvernig stendur á því að ég skuldi skattgreiðslur. Þannig að mér finnst að vera að borga fullan skatt af örorkulífeyri sem að er náttúrulega bara fáránlega lágur. Já. En þetta einmitt, við erum komin yfir í nútíðina og þú ert staðan þín í dag er þessi og hvað, þú sagði mér það að þú hefði valið að búa í bíl. Já, ég var búin að hugsa þetta. Vinkona mín, hún sem sagt var búin að vera að skoða rosalega mikið minimalískan lífsstíl og skoða hvernig fólk er að búa í svona tiny houses og húsbílum og einmitt líka svona húsbílabreyttum sendifæribílum og annað. Og eftir því sem að ég skoðaði þetta betur þá svona heillaði þetta mig alltaf meira og meira. Og þegar ég flyt frá Akureyri þá sem sagt byrjaði ég á því að leigja herbergi í borginni og ég var að borga 75.000 á mánuði sem að mér finnst dýrt fyrir herbergi. Þannig að ég fór að tala þetta við vin minn sem að á sjálfur húsbílabreyttan bíl og notar hann mikið yfir sumartímann til þess að fara í alls konar ferðir og veiðiferðir og hefur farið á honum erlendis og bauð mér með sér eitt árið. Og þá fór hann að tala um það að hann ætti bíl sem að ég gæti bara fengið og það eina sem að ég í raun og veru þyrfti að gera var að aðstoða hann við að koma honum í gangfært form og borga fyrir vinnu og varahluti og og ég kíkti á þetta hjá honum og bara leist ágætlega á þetta sko og hann er ekkert rosalega stór og hann er hann er ekki mjög vel einangraður en hann er minn og ef að ekkert annað býðst þá ætla ég að láta þetta duga þar til að ég hef tækifæri til þess að stækka við mig. Planið er að fara að skoða með haustinu hjólhýsi og en ég er samt búin að ákveða það, ég ætla ekki að láta þennan bíl vegna þess að ég hugsa að hann gæti orðið bara rosalega fínn svona yfir sumartímann sem ferða á veiðibíll. Já, einmitt. Þannig að þó að hann sé þröngur og ekkert mikið pláss þá er hann nóg ef að ég ætla að skreppa einmitt í frí í einhverju daga og Þú ert veiðikona. Já, þessi sami vinur minn að hann einmitt endurvakti þessa löngun mína til þess að stunda veiðar. Ég hafði eitthvað fikta við þetta sem krakki og síðan aftur sem unglingur, sem
fullorðin kona en aldrei gert neitt að alvöru úr því vegna þess að þetta er dýrt. Það er dýrt að koma sér upp góðum græjum og það er dýrt að ferðast til þess að komast í vötnin og annað og þegar maður hefur lítið á milli handana og með börn á framfæri, þá ganga þau fyrir. Já. Hefur eitthvað verið inn í Laugardal með bílinn eða það kostar sitt eða ekki? Það er þar samfélag sem er í fastlegu og ég á þar vinkonu sem er búin að vera þar síðastliðin 3 ár. Og þau eru búin að vera í samningaviðræðum við Reykjavíkurborg sem að sér þetta fastlegu stæði og fengu það í gegn að þau þurfa ekki að fara. Þetta er fyrsta sumarið sem að þau þurfa ekki að yfirgefa svæðið yfir sumartíman. Já, það hafa alltaf verið rekin í burtu yfir sumartíma. Þau hafa þurft að fara bara 1. júní og hafa ekki mátt koma aftur fyrir en 1. september eða eitthvað álíka. Já. Og núna í ár er fyrsta árið sem að þau þurfa þess ekki, sem að mér finnst bara stór sigur. Mér finnst það bara frábært skref rétt átt. Þannig að það eru alltaf fleiri og fleiri sem að einmitt er að velja þennan lífsmáta. Því að það er bara dýrt að vera á leigumarkaði. Já. En svo er þetta kannski svona velja en að gæsalappa, er það ekki? Af því að einmitt, það er svo, húsaleigar eru svo svakalega dýr og þetta er yfirleitt fólk með mjög litla tekjur og örorku eða einhverju slíku. Er það ekki? Rétt skilið hjá mér. Já, mikið til, en það er til dæmis, ég veit um einn sem að býr þarna og hann er sjómaður. En kýs samt að búa á þennan hátt. En ef að þér myndi bjóðast bara sko íbúð, ef þið myndi bjóðast bara 4 herbergja íbúð á 100.000, myndirðu skipta? Nei. Nei. Vegna þess að ef ég fæ boð um íbúð, þá væntanlega er hún í fjölbýlishúsi og ég er búin að búa í fjölbýlishúsum mjög stóran hluta af minni ævi og þú veist aldrei hvernig nágranna á ferð. Þú veist aldrei hvernig umgengnin í sameigninni er. Þú veist aldrei hvort það er mikið að lítið partístand, þú veist ekki hvað það er mikið fjölskyldufólk og þar af leiðandi ónæði af kannski basgrátu miðanætur. Á meðan að í þessu að þar þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Þú ert í einbýli? Ég er í einbýli. Já. Þú ert í litlu og þá ert í einbýli? Já. Og þetta er mitt. Það er náttúrulega líka að ég er ekki að eyða peningunum mínum í einhverja leigu. Nei. Þar sem að ég set út að það er til þess að viðhalda mínu heimili. Já, einmitt. Svo er það líka náttúrulega. Það er náttúrulega búið að leggja niður líka verkamannabústaðakerfi þannig að það getur enginn heldur sko sem er með litla tekjur keypt sér húsnæði. Ég meina, við erum ekki að fá greiðslumat með örorkubótunum okkar. Nei, engan veginn. Þannig að Ég meina, ég sá nú frétt fyrir ekkert svo lengur síðan að það var einn sem átti 15 milljónir og hann fékk samt ekki greiðslumat fyrir því húsnæði sem hann ætlaði að kaupa. Já, hann átti 15 milljónir í útborgun. Já. Og þetta er náttúrulega bara fáránlegt kerfi ef að þú átt 15 milljónir í útborgun og færir samt ekki greiðslumat. Hvaða von gefur það okkur sem að eigum kannski, ef að vel árar, að getum lagt fyrir og eigum 400–500.000 til hliðar. Það er bara, við eigum enga von. Heyrðu, en ég ætla að spyrja þig líka aðeins út í það, já, þú ert inn í kjarahóp Öryrkjabandalagsins líka og þú hefur þátt í þeirri vinnu og sagt sögu þín á
málþingi og EBI, eða ekki? Jú, við heldum málþing í vor og þar kom ég og sagði mína sögu og svona stuttlega og það var einmitt útdráttur úr þeirri frásögn sem að birtist líka í þessu viðtali í Mannlíf. Og ég semst varamaður í kjarahóp Öryrkjabandalagsins og kom þangað inn í haust, í október, nóvember, eitthvað svoleiðis. Og þar með alveg frábæru fólki og það ýmislegt búið að koma inn á borð til okkar og ég að læra ótrúlega mikið bara hvernig kerfið virkar, hvernig á að leita inn á þessum opnu síðum hjá stjórnsýslunni og Alþingi og annað eftir einhverju sem að mig langar til þess að skoða betur. Já, upplýsingum. Alls konar reglugerðir og annað sem verið að leggja fram. Og þetta bara, þetta búið að vera svona lærdómsferli fyrir mig og ég hlakka til að halda áfram og læra meira og hjálpa til við að leggja mitt að mörkum til þess að styrkja baráttuna okkar fyrir betri kjörum. Akkúrat. Já. Heyrðu, við verðum að láta þetta vera loka orðin. Gerdís, Hanna, ég þakka þér alveg innilega fyrir að koma og segja okkur þessa sögu. Þú ert alveg búin að lifa ótrúlega viðburðaríku lífi og gangi gegnum heldur betur mikið. Og ég verð nú bara að segja að mér finnst þú alveg ótrúlega, það sem ég hef kynnst að þér alveg ótrúlega heil og kraftmikil. Þú veist, þú ert að taka þátt í baráttu öryrkja og annað að ég bara, finnst frábært hvað þú hefur náð að vinna þig í gegnum þetta. En þú ert ennþá að glíma við fátækt í rauninni. Já. Já. Þannig að við höldum áfram þessari baráttu. Algjörlega. Já. Við gefumst ekki upp fyrir fulla hnefana. Nákvæmlega. Heyrðu, þakka þér innilega fyrir að koma og segja okkur söguna þína. Bara takk kærlega fyrir að bjóða mér. Já. Heyrðu, og ykkur áhorfendum þakka ég áhorfið og minni á síðun okkar á Facebook Öryrkjaráðið og þið getið endilega sendt post ef að þið viljið koma ykkur á framfæri og svo sjáumst við bara næst.